kjöt eins og á að vera á jólunum. Já, komið sæl. Við erum að sigla í gegnum dimmustu daga ársins. Það er dimmustu dagar ársins núna 21. desember og sólin nú bara rétt að skríða yfir sjóndeildarhríki hjá okkur þessar mundir. Aðrar afleiðingar því þegar okkur skortir sólarljósið það við fáum nú afar takmarkað af góðum gervitunglamyndum en við erum hér þó með eina sem að sýnir okkur stöðuna hér 4:30 og þá sjáum við éljabakka sem voru að ganga hér inn á vestanvert landið og þetta og jörðorinn hvít svona víðast hvar á landinu og hér vestanlands hefur verið að bæta í dag. En það svo sem það sem í kortunum þá líka hvað var það morgundag því við sjáum að hádegi í dag var eða segir þetta síðdegis var lægð stödd hér vestur af landi og sjáum úrkomuflæki sem að teygja sig hér inn á vestanvert landið. Og breytingar ekkert það miklar til morguns og lægðin hún heldur svona kyrri fyrir og við fáum éljabakka hér inn á vestanvert landi og jafnvel inn á sunnanvert líka en hæglætis veður svona þegar komið fram á morgundan svo skríður þessi litla lægðabóla smám saman hér til austurs og það opnar á norðanátt þegar framleiða stundir. En við sjáum að við liggjum í köldu lofti sem og þetta hlýja loft sem hér suður í hafi það ætlar að leita hér til norðausturs og kemur ekki við sögu hjá okkur en við munum þá fá inn hlýja tungu hér síðla dags á fimmtudaginn sem mun fara þá yfir landið og það svona verða hlákuskilyrði sem að vara fram á föstudaginn og þá munum þennan snjó geta tekið upp að einhverju leyti. En ef við lítum svona á nærstöðuna klukkan 7 í kvöld og sjáum að það voru úrkomuflæki hér sunnan og vestan til á landinu, lítið él á norður og eiginlega á norðausturhorninu og keyrir hreyfimyndan á stað og sjáum að það svo sem mikið sem að breytast í þessu, það nokkuð ákveðin svona suðvestlátt hér með vestur og suðurströndinni og hún leiðir élin hér inn til okkar. En það dregur síðan smá saman svona úr þessu þegar framleiða stundur á morgun og hér staðan á klukkan 15 sem hittir svona almennt á láglendi í kringum 0 og ætti að vera sæmilega bjart á norðausturhorninu en annars verður skýjað og eins og fyrr sagði mun ganga á með éljum. Og þróunin síðan fram til miðvikudags verður þannig að svona smá saman breytist vindátt og svona svona mestu élin það svona dettur kjarnin úr þeim getur þó komið inn á norðurströndina lægðadrag miðjan dag á miðvikudaginn sem getur gefa sér dágóða snjókomu þar slóðir og við sjáum að á miðvikudaginn þá nú svona frost svona víðast hvar á landinu og jafnvel gott frost í innsveitum og bjart að mestu leyti hér sunnan til á landinu en eins í tengslum við þetta lægðadrag fyrir norðan þá gæti verður skýjað meira og minna og gæti snjóa duglega á köflum. Og þróunin síðan við verðum hér með svona hægan andvara norðan eða norðvestan andvara frá miðvikudegi og fram á fimmtudag en síðan mun vindátt breytast þegar líður á fimmtudaginn því þá koma skil og lægð upp að landi þau koma inn að mestu þunga síðdegis á fimmtudaginn en þegar á háti á fimmtudagi ætti að vera orðin vel þéttingsgóður vindur hér á suðvesturhorninu og jafnvel fara að snjóa en síðan bætir henni bara í vind og úrkoman geti færst úr snjókomu eða styttu yfir í rigningu svona þegar komið fram á fimmtudagskvöld og væntanlega mun hlána víðast hvar á láglendi þá á síðla dags á fimmtudaginn hér vestanlands og jafnvel í öðrum landshlutum þá aðfaranótt föstudags en á miðjandag og föstudaginn þá verður þetta nú svona mestu liti fara hjá það að þessi hlýja tunga sem að skríður hér yfir verðum nú aftur í suðvestlari átt og til að byrja með verður þetta nú skúrir eða slydduél en væntanlega svona á síðla föstudags og laugardeginum að þá lítur út fyrir þetta verði meira og minna þá bara él og þá aðalega á vestur helmingi landsins. Þannig að varðandi morgundaginn hjá okkur þá er þetta nokkuð bara svipað veður og við fengum í dag, það er að segja él sunnan og vestan til á landinu, hæglætis veður að mestu leyti en þetta verður bjart á norðausturhorninu. Sem þetta gott að vera í bili, verið sæl.